Förum þá næst í módelskák í afbrigðinu með biskup G5 eftir A6. Þetta er skák frá árinu 2000 og hér hafði Daniel Gormali hvítt gegn Sergej Volkov og svartur svaraði biskup G5 með að leika riddari E4 sem er réttarleikur og Gormali leik þá biskup F4. Ég hef aðeins komið inn á það eftir riddari drepur E4, D-drepur E4 og riddari G1 fær svartur ákaflega góð færi með að leika F6 og svo E5 og á þá kost á að gefa peðið með að leika í framhaldinu riddari D7 sem er skemmtileg nýjung sem að gefa svartum mjög góð færi. En eftir riddari E4 kom biskup F4, Volkov drap þá á C3 og hýrti peðið á C4. Hvítur leik hérna E4 og svartur leik þá B5 og nú kom riddari E5 og drottning A5. Svartur leitaði sem mótspil strax gegn C3 peðinu. Hvítur valdi það með biskup D2 og svartur leik þá góðan leik sem er riddari D7 sem býður hvítum að hirða peðið á C6. Svartur fær góð færi í framhaldinu. Ef að hvítur fer í uppskipti á D7 þá létti það einfaldlega bara á stöðunni og svartur er peðið yfir. Það henta svartum. Þannig að hvítur drap hérna á C6 og eftir drottning C7 þá kom riddari B4. Nú leik svartur biskup B7, sækir strax að E4 peðinu. Hvítur brást við með að leika E5 og þá kom E6 hjá svartum sem að setja strax pressu á riddarann á B4. Og hvítur á svolítið erfitt með að losa sig af því að biskupinn á B7 er orðinn sterkur, setja pressu á G2 peðið. Þannig að hvítur afsakið bakkaði hérna með riddarinn sinni á C2 og svaraði riddari B6 með að leika drottning G4. Nú kom H5 hjá svartum, drottning G3 og H4, drottning H3 og drottning C6 sem eykur pressuna gegn G2 peðinu og kemur veg fyrir að hvítur geti virkjað biskupinn sinn. Hvítur brást við með að leika F3 til þess að loka skálínu og þá braust svartur strax fram með að leika þessum góða leik hérna B4. Hvítur er bara einfaldlega í vandræðum núna. Hann drap B4 með C-peð og þá kom drottning A4 sem hótar auðvitað riddaranum á C2. Ef að hvítur leikur núna hróku C1 þá getur svartur tekið hérna á A2 og svara biskup E2 með að leika riddari D5. Hefur þó virkilega góð tök á miðborðinu er að hóta að leika C3 og hirða B4 peðið í framhaldinu og svartur stendur mun betur hér. Þannig að eftir drottning A4 þá ákvað Gormali að leika kóngur D1 sem er ekkert betur leikur. Kóngurinn stendur ekkert sérstaklega vel þarna og lendir í miklu vandræðum í framhaldinu því að svartur á þennan stórhættulega leik hérna C3 og sjáum eftir biskup drepur C3 þá kemur hróku C8 og eftir til dæmis kóngur D2 riddari D5 og svartur með vinningsstöðu. Þannig að eftir C3 þá leik hvítur biskup G5 og svartur drap þá á B4. Nú kom biskup D3 og riddari D5 og kóngur E2. Hvítur reynir að laga stöðuna sína aðeins. Svartur bakkaði með biskupinn sinni á E7 og þá kom drottning G4 og núna F5 hjá svartum. Og í framhaldinu þá fær hvítur bara tap og tap, hann hefur ekkert pláss fyrir mennina sína sem hann þarf að hörfa með biskupinn. Það gengur ekki að fórna biskupnum á G5 með að drepa á E6 því eftir upp G5 og biskup G6 skáka kemur kóngur D8 og það er engin hætta í stöðunni. Þannig að eftir G-drepur F6 þá bakkaði hvítur með biskupinn alla leið niður á C1 og þá kom F5 og hvítur bakkaði með drottningunni sína á H3. Eftir biskup C6 þá leik hann kóngur F2 og svartur leik þá biskup F6. Svartur ræður algjörlega yfir öllu borðinu, peðið hans er mjög hættulegt á C3. Nú kom hrókur E1, við sjáum að svartur er að hóta peðinu á D4 og hvítur á enga sérstaklega leið til þess að valda þetta peð. Þannig hann ákvað að gefa peðið með hrókur E1 og eftir biskup drepur D4 kom kóngur F1 og þá leik svartur bara rólegheitum kóngur D7 og valdar E6 peðið sitt. Og hvítur er algjörlega án mótspils og var sennilega orðinn ansi vonlítill í þessari stöðu því að hann ákvað að
fórna hróknum á E6 og þessi fórn gengur nú ekki almennilega upp en kannski praktískasti möguleiki hvíts í stöðunni samt. Svartur drap með kóng á E6 og þá kom drottning drepur F5 skák og núna kóngur D6. Hvítur skákaði á A3 með biskup og hér lék svartur kóngur C7 sem að er ónákvæmuleikur ef svartur átti kost á því að fórna drottningunni sinni með drottning drepur A3 sem er besti leikurinn. Við sjáum að eftir riddari drepur A3 og getur svartur skákað hérna á E3 og hirt hvítu drottninguna. Betri leikur fyrir hvítan eftir drottning drepur A3 er að skjóta hérna inn þessari skák á G6. Þá getur svartur leikið kóngur C5 og eftir riddari drepur A3 er svartur drottningu undir fyrir einn biskup en með alveg ótrúlegt mótspil eftir riddari E3 skák, kóngur E2 og hrókur A til G8 og þessi staða er hreinlega bara unnin fyrir svartan, ótrúlegt en satt. Svartur lék þessum örlítið ónákvæmuleik kóngur C7, hvítur skákaði þá á F7 og svartur lék kóngur D8 en eftir hrókur D1 kom hrókur A7 sem er gríðarlega góður varnarleikur og leikur sem við höfum séð oft í þessu afbrigði. Hrókurinn á leiðinni eftir 7. röðinni, eftir drottning E6 þá kom hrókur D7 sem að valdar allt og hvítur gafst upp hér. Lykillinn að sigri svarts í þessari skák var eftir biskup G5 þá lék hann riddari E4, hirti peð á C4 og lék svo þessum leik hérna drottning A5 og riddari D7 sem er framhald sem ég mæli með þegar hvítur hirði peðið tilbaka þá fær svartur ákveðlega góða stöðu eftir biskup B7 og svo E6, pressa á G2 peðið hjá hvítum og riddaranum er hótað á B4 og svartur nær góðum tökum á stöðunni í framhaldinu. Takk fyrir þetta.